Mamma og pabbi ætla út. Líka amma og afi. Hvaða barna Píu nú? Ætli Ætli þau hafi? Jæja, systa, tilbúin. Hæ? Út fyrir völlinn! Brói kemst í heimahöfn! Ætlar ekki að sækja hann? Nei, ég var að slá. Þú sækir. Þú átt líka boltan. Þetta var reyndar þinn bolti. Ha? Minn? Var þetta áritaði bolti minn? Aha. Hvað erum við að hangsa? Komum! Ó! Eigum við ekki að tala við frú Gyðju fyrst? Nei, þá verðum við að fara allan hringinn. Ó, æ, hún verður ekki ána með þetta. Finnum bara boltan og drífum okkur. Hann lítur að vera hérna. Leita þú þarna og ég leita hér. Já. Á. Systa! Halló, hver er þar? Frú Gyða, hvað eigum við að gera? Hlaupum! Hæ? Ó, Ó! Drífum okkur burt! vá! Að lokum krefst ég, Bjarni Björnsson, þess af öllum kjörnum fulltrúum bæjarstjórnarinnar að þessum skammsýnu aðgerðum verði afstýrt. Er það svo slæmt að það skuli vera hægt að bjóða upp á kaffi og kleinur þarna? Það er hressing og birnir þurfa næringu á löngum fundum. Eru þið að fara á fund í kvöld? Rétt hjá þér. Ó, hvenær ætla amma og afi að koma að passa okkur? Þau eru líka að fara á þennan fund. Líka Anna frænka og Villi. Ég fekk aðra barnapössun hand ykkur. Hver? Frú Gyðu. Frú Gyðu? Já. Er eitthvað að frú Gyðu? Já, ekkert aðinni, það er bara, hún har aldrei passað okkur. Og hvað ef hún kann það ekki? Ó, ég held hún kunni þetta. Frú Gyða hefur komið 7 húnum á legg. Það er nú varla hægt að biðja um meira en það. Ó, þá er hún komin. Hún má alls ekki sjá okkur. Ég veit. Kvöldi hér. Sæl, Gyða mín. Gakt í bæinn. Ég veit ekki hvert húnarnir fóru. Þeir voru hérna rétt áðan. Ó, ég finn þau. Nú skuluð þið bara skella ykkur á fundin. Við komum ekki seint heim. Hafið ekki áhyggjur. Við björgum okkur. Bless. Bless, bless. Skemmtið ykkur vel. Nei, komið þið sæl, systkin. Æ, Halló? Gaman að sjá unga Birni lesa. Jæja, ætlið þið að hjálpa mér að baka. ég er ekkert svangur. Ekki ég heldur. Nú, jæja, ég ætla nú að baka eitthvað samt. Ykkur langar kannski á eftir. Munaði mjóu. Hvað gerum við nú? Upp í herbyggi. Hún á ekki eftir að nenna upp stigann. Fyrirgefðu, systa. He. Allt í lagi, bróðir. Brói, Hæ? systa, Hún er að koma. Fljót, slökktu ljósin. halló. Ó, eru það háttu strax? Klukkan er bara 7. Já, við erum svo sifjuð. Við háttum alltaf svo snemma. Þá fáið ykkur bara kökur á morgun. Góða nótt. Góða nótt. Hunangs, havra, kökur með súkkulaði. Já, ég finn næstum bragðið. Við verðum að bíða í alla nótt. Ég veit.
Við myndum heldur ekkert fá köku ef hún vissi hver við erum. Ekki eftir þetta í dag. Það er rétt hjá þér. Hún yrði brjáluð. Heyrðu, voru þið að skemma blómin? Og sprauta á mig vatni. Heyrðu, hún er að spila á píanói. Já, inn í stofu. Ó, og kökurnar inn í eldhúsi. Æðislegt. Og ennþá betra með smá mjólk. Vala. Æ. Hver eru komin fram úr? Hafið engar áhyggjur af smá sulli. Ég verð ekki lengi að þrífa þetta upp. Hún þekkir okkur ekki. Ég veit. Kannski sá hún okkur ekki vel af vatninu sem sprautaðist á hana. Holræsismálin hafa verið hátt skrifuð undanfarið. Og ég er sannfærður að við komumst að góðri niðurstöðu fyrir tilsettan tíma. Nú færðu tækifæri. Hugmyndin að hafa sorphauga fyrir aftan húsið hjá mér, hver eiginlega kom með þessa tillögu? Heyrðu þetta? Sumir kvarta bara yfir öllu. Jæja, eigum við að spila? Kannski veiðimann, dóminó eða flóaspil. Flóaspil? Hvað er það? Hérna, ég skal sýna þér. Þetta eru flærnar. Svo þrýstir maður niður svona og... Flott hjá þér, frú Gyða. Beint í mark. Ég meina skál. Má ég prófa? Ég líka. Og svo vil ég vita hvers vegna Maður nýju kemst bara vegurinn ekkert á að að liggja hérna. eftir Krækiberja Best að hringja heim og gá hvernig gengur hjá þeim. Vegurinn Krækiberjahlíð er mikið framfara spor fyrir sveitina. Og ég fullvissa ykkur að viðeigandi niðurstaða mun fást í málinu innan tíðar. Júhú, það tókst. Allir kauparnir. Þetta er hærra en kirkjuturnin. Hæsta bygging í allri sýslunni. Ó, þar blæs ketillinn. Hún er góð, Gyða. Hún er mjög góð. Mér finnst alveg hræðilegt að hafa gert þetta í dag. Mér líka. Ertu að hugsa það sama og ég? Hvernig líst ykkur á smá súkkulaði? Nei, hvað er að sjá ykkur? Á svipin eins og allt sé ómögulegt. Finnst ykkur það ekki gott? Það er ekki það. Það er bara... sko, við þurfum að biðja því afsökunar. Það voru við sem skemmtum blómin. Og veltum fuglarhræðunni. Og sprautum vatn á þig. Fyrirgefðu. Afsakið. Það minnir mig á eitt. Viljið ekki fá þetta? Bolti minn! Ég hélt þú vildir fá hann. Þetta er merkilegu bolti. En þá... þú þekktir okkur þá? Auðvitað, ég þekki alla húnana hérna. Og ert ekki reið? Ég var nú ekkert mjög glöð, en ég jafnaði mig. Þegar ég fann boltan, vissi ég hvað var á seyði. Þetta var alveg óvart. Já, auðvitað. Við getum hjálpað þér í garðinum. Og laga fuglarhræðuna? Samþykkt. Skattahækkanir eru vaxandi áhyggjuefni og ég fullvissa ykkur að við munum komast að viðeigandi niðurstöðu innan tíðar. Eins og ég var að segja áðan, þá var mér litið á þá staðreind að bæjarstjórnin hefur tekið á slæmu ákvörðun að... Það svaraði enginn heima. Kannski kom eitthvað fyrir. Þið skulle vera vissur að ég hef ekki sagt mitt síðasta orð í þessu máli. Og í Karlsvagninum eru bæði litli björn og stóri björn. Hvernig líst þér á það? Bæði litli björn og stóri björn. Þarna eru þið.
Mamma og pappi, frú Gyða er að sýna okkur stjörnumerkin. Og áðan spilum við fullt af nýjum spilum. Hún segir að ég verði næsti flóaspilameistarinn. Það var gaman. Við þurftum greinilega ekkert að fara. Við gætum farið aftur. Er þið sama þó við förum aftur, Gyða? Allt í lagi. Ég ætlaði að segja húnunum sögu fyrir háttinn. Já! Spennandi! Komdu, frú Gyða, við höfum að fara að hátta. Ég er að koma. Já, já. Sjáumst á eftir. Takk fyrir, Gyða. Góða nótt, húnar. Góða nótt. Jæja þá, eigum við að fara? Veistu, ég er svo þreytur. Ég skil ekki hvað ég var að spana mig upp. Nú, Hvað segir að við náum okkur í stóla og setjumst fyrir neðan gluggan hjá húnunum og hlustum á söguna? mér líst mjög vel á það.